Komið sæl, fyrir hönd RIK býð ég ykkur velkomin á 4. hádegisfyrirlestur haustmisserisins. Ég heiti Ásta Kristín Benediktsdóttir og fer með fundarstjórn hérna í dag. Fyrirlesari dagsins Berglind Indriðadóttir iðjuþjálfi. Hún hefur starfað í íslenskri öldrunarþjónustu frá því hún útskrifaðist sem iðjuþjálfi árið 2002. Berglind hefur einnig lokið diplómu í opinberri stjórnsýslu, öldrunarþjónustu og félagsfræði og einn þeirra sem standa að farsælli öldrun þekkingarmiðstöð. Í erindi sínu í dag mun Berglind leitast við að svarpa fram svörum við ýmsum spurningum öldrun hinsegin fólks, geta lífshlaupsnálgun og öldrunarfræði stuðla að betri öldrunarþjónustu fyrir hinsegin fólk, hvaða samfélags- og kerfisþættir eru líklegir til að hafa áhrif á líð og líðan hinsegin eldra fólks, eitthvað öðruvísi við að vera hinsegin öldruð. Vill eldra hinsegin fólk að þjónustan sé miðuð út frá því að vera hinsegin og vill fólk í þessum aldurshópi kannski alls ekki vera kallað hinsegin. Þetta þessi lýsingin á erindinu og ég held að ég hafi ekki fleiri orð það, heldur býð Berglindi velkomna hér upp í pontu. Gjörðu svo vel. Komið sæl. Takk RIK fyrir að bjóða mér að koma og vera með ykkur í dag til að fjalla mitt einlega áhugamál öldrun og svona þessa sérstöku nálgun öldrun hinsegin fólks. Ásta fór svona í gegnum þessar spurningar sem ég lagði upp til grundvallar þegar ég fór að undirbúa þetta erindi. Ég hafði svo sem ekki kannski sérstaklega hugleitt öldrun hinsegin fólks áður ég fór að undirbúa erindi, þannig að ég er mjög þakklát fyrir að hafa fengið þessa áskorun, þetta tækifæri til að setja mig svolítið betur inn í þetta. En örlítið að því hvaðan ég kem, ég eins og Ásta nefndi, ein þeirra sem standa að farsælli öldrun þekkingarmiðstöð sem vinnuheiti yfir starfsemi okkar 4 kvenna sem erum hérna á myndinni. Við störfum allar í öldrunarþjónustu og vinnum að formlegri stofnun þekkingarmiðstöðvar öldrunarmál sem á að starfa á landsvísu að norrænni fyrirmynd. Og ætlunin að þessi miðstöð styðji við stofnanir og sveitarfélög með greiðu aðgengi að þekkingu öldrun og öldrunarþjónustu. Okkar megin áhersla að þekkingarmiðlun hugmyndafræði persónumiðaðrar þjónustu eða person-centered care. Og þar sem að einstaklingurinn í öndvegi og við horfum til þess að lífssaga einstaklingsins og hans gildi eru mjög mikilvæg við framkvæmd þjónustunnar. Og við þurfum í auknum mæli að beina sjónum að persónumiðaðri þjónustu og þörfum þess aldraða og aðstandenda hans í stað þeirrar verkmiðuðu þjónustu sem að gjarnan á forsendum stofnunar eða starfseiningar. Persónumiðaða þjónustan gengur mikið út á virðingu, sjálfræði og eins og ég nefndi lífssöguna og þessi þættir séu í forgrunni en þessi persónumiðaða þjónusta mun skemmra á veg komin í málaflokki eldra fólks heldur en til dæmis málaflokki fólks með fötlun. Og við viljum svona gjarnan vera kannski svona ytri hvati fyrir stofnunni til þess að fara að huga að því að innleiða nýja menningu í öldrunarþjónustu. Svo ég nefni nú bara titilinn á bókinni sem hún Sigrún Huld samstarfskona mín sem ykkur lengst á vinstri hönd gaf út í sumar. Þar sem hún fer svolítið yfir sviðið með öldrunarþjónustuna og hvernig hún hefur þróast og þarf að fara að þróast í auknum mæli í þær brautir að vera meira persónumiðuð. Ég ætla kannski ekki að hafa fleiri orð okkur en við erum Sigrún Huld, Steinunn A. Ólafsdóttir sem sjúkraþjálfari, Rannveig Guðnadóttir hjúkrunarfræðingur og ég sjálf iðjuþjálfi. Og við erum með vísi, svona sprota sem við hlúum á Facebook sem þessi síða, farsæl öldrun þekkingarmiðstöð. Það væri gaman að þið létið ykkur líka við okkur og leyfið okkur að berast lendur alnetsins. En að efni dagsins, það þetta með hvort öldrunarfræði geti leitt til betri öldrunar eldra fólks. Svona almennt. Öldrunarfræðin þverfagleg fræðigrein, koma að henni allir starfshópar sem að starfa innan öldrunarþjónustu og hafa gjarnan þá sérhæft sig í öldrun.
og öldrunarfræðin fjalla öldrun frá mismunandi sjónarhornum og hún fjallar félagslega, sálræna og líffræðilega öldrun og áhrif þess að eldast á einstaklinga og umhverfi þeirra. Og það hægt að stunda diplómanám í öldrunarfræðum í HÍ og sem á meistaranám og meðal annars fara í samnorrænt meistaranám í öldrunarfræðum. Það mikilvægt að gera sér grein fyrir samspili allra þessara þátta, þessara félagslegu, sálrænu og líffræðilegu þátta í öldrunni og hvaða áhrif þeir hafa á einstaklingin og hans fjölskyldu. Og það eru ýmsar kenningar innan öldrunarfræðinar, til dæmis hlédrægnikenning, þar sem talið að hinn aldraði dragi sig í hlé eftir því sem árin færast yfir. Nú eða virknikenningin, að fólk nýti þetta svigrúm sem skapast að þessu æviskeiði til þess að vera virkir og hérna ýmsu kima fara heiminn og annað slíkt. Síðan ein sem kallað öldrunarinnsæi, þar sem verið að huga því að með hækkandi aldri öðlist fólk meira innsæi í lífið og tilveruna. Og öldrunin náttúrulega umfjöllunarefni þroska sálfræðinnar og talað að öldrunin sé 8. þroskaskeiðið samkvæmt þroskakenningum Eriksson. Og verkefni þess þroskaskeiðs að tileinka sér heilsteypt sjálf eða örvæntingu og öðlast visku. Hitt atriði sem mig langaði að draga upp í þessari umfjöllun, það þessi lífshlaupsnálgun og þá má nú spyrja hvað það? Heilsufar á efri árum, það sprettur ekki upp úr tómarúmi. Það ekki eitthvað sem gerist sjálfkrafa daginn sem að fólk verður 67 ára, að það sé allt í einu orðið aldrað. Heldur margt í lífshlaupinu sem hefur áhrif á það hvernig efri árin eru. Fyrst náttúrulega eitthvað sem við ráðum algjörlega ekkert það eru erfðirnar okkar. Síðan lífsstíllinn og lífsstíltengdir sjúkdómar sem kannski eitthvað meira sem við höfum kannski meira áhrif á, en auðvitað mótast líka af þeim áhrifum sem við verðum fyrir í samfélaginu, bæði okkar nánasta umhverfi og ytra. Heilsulæsi, það svolítið snýst það hversu vel okkur gengur að tileinka okkur þær ráðleggingar eða leiðbeiningar heilsufar og síðan fara eftir þeim. Og síðan félagslega staðan og þetta allt sem hefur áhrif á það hvernig heilsa okkar verður á efri árum. Það eru náttúrulega aldurstengdar breytingar, það eitthvað sem enginn losnar við og það eitthvað sem ekki talið vera sjúklegt, en vitanlega fær eldra fólk og útsettra fyrir að fá ýmsa sjúkdóma á efri árum og náttúrulega mjög algengt að eldra fólk sé með marga langvinna sjúkdóma og öldrunarfræðin gengur alltaf út á það að nálgast það heildstætt, heldur ekki bara einstakann sjúkdóm í hverju sinni. Langvinni sjúkdómar þeir tvöfaldast í algengi á 5 ára fresti eftir 65 ára aldur. Og það mikið núna verið að huga þessu forvarna starfi, heilsueflingu eldra fólks og tali mikilvægt ef það hægt að seinka nýgengi langvinnra sjúkdóma til dæmis hver 5 ár. En jafnvel fólk í besta formi með aldurstengdar breytingar. Síðan þetta með áhrif umhverfisins, það náttúrulega samfélagið, menningin og stjórnsýslan sem ráða töluvert miklu það hvernig okkur gert kleift að haga lífið okkar, bæði með því að gefa tækifæri eða skapa hindranir. Og síðan sjálft umhverfið, manngert og náttúrulegt umhverfi sem ræður heilmiklu það hvernig okkar daglega líf Núna nýlega til dæmis farið að horfa til þeirra áhrifa sem að loftslagsbreytingar hafa á heilsu eldra fólks og dánatíðni umfram aðra aldurshópa. Svo við tökum eitt dæmi það hvernig náttúrulegt umhverfi getur haft áhrif á öldrun fólks. Þannig að öldrunin, æviskeiðið sem slíkt, það kannski hægt að spyrja spurningana hvað einkennir ellina og það eru svona ólíkar kenningar sem að snúa að því sem ég
kom aðeins inn á áðan. Og svo þessi spurning, er eitthvað öðruvísi að eldast sem hinsegin einstaklingur? Eru aðrar áskoranir, eru lífslaupið öðruvísi, eru félagslegu aðstæðarnar öðruvísi og fær eldra hinsegin fólk annað viðmót og er það kannski að upplifa á ný einhvers konar jaðarsetningu sem almennt er tengt öldrun og þá eitthvað sem fólk hefur upplifað sem verandi hinsegin yngra fólk. Kynslóðirnar sem við köllum eldri borgara í dag, fólk sem er 67 ára og eldra, þetta er náttúrulega heillangt tímabil ef við horfum til þess að lögbundin lífeyrisaldur er 67 ára og elstu Íslendingarnir eru 107, þannig að við erum að tala 40 ára tímabil og ef þið mátið ykkur svona aðeins inn í það yngri veginn, en ég sem 43 ára kona á ekki kannski mikið samæld með 3 ára einstaklingum, þannig að við getum alveg séð það fyrir okkur að yngstu eldri borgarnir eiga kannski ekki allt sameiginlegt með þeim sem eru elstir. Þögglakynslóðin, quiet generation, það eru þau sem eru fædd fyrir stríð og það er svona talað það að hver og ein kynslóð hafi svona ákveðin einkenni og þögglakynslóðin, það eru þau sem svona kannski tóku það sem að þeim var rétt, kvörtuðu ekki mikið, þau fengu ekki mikið hrós, þau unnu gjarnan lengi á sama vinnustæðinum, fengu ekki mikla umbun fyrir kannski að tala að þau hafi fengið gullúrið þegar þau hættu störfum eftir áratuga starfsæfi á sama vinnustað. Miðað við svo aldamótakynslóðina sem er kölluð job hoppers af því hún er alltaf að skipta vinnu. En síðan eru baby boomers eða eftirstríðsára kynslóðin, byltingafólkið. Ég svona spái því að þau muni mögulega vera þau sem að standa fyrir byltingu á öldrunarþjónustunni og þar með byltingu á þjónustu fyrir hinsegin eldra fólk. Af því að ég hef kannski ekkert sett mig mikið inn í málefni hinsegin fólks áður en ég stökk út í þessa laug að taka mér að flytja þetta erindi, að þá var það náttúrulega bara himnasending fyrir mig að akkurat þegar ég var að undirbúa erindið er verið að sýna þættina svona fólk eftir Hrafnhildi Gunnarsdóttur kvikmyndagerðarkonu. Og þetta er náttúrulega bara þessi heimildamynd sem að ég vona svo sannarlega eftir að fá öll þau mögulegu verðlaun og viðurkenningar sem að hún ætti svo sannarlega skilað að fá. Að þetta er náttúrulega bara að gefa alveg ótrúlega innsýn í söguna, sögu hinsegin fólks á Íslandi. Svona mótlæti sem hópurinn og einstaklingarnir innan hans hafa orðið fyrir, bæði í samfélaginu en líka sínu nærumhverfi. Og ég náttúrulega svona fer að velta fyrir mér þegar ég horfa á myndina, hvort að þessi viðhorf sem að birtist meðal annars í upptökum í innringi þáttum eða úr ræðustólum Alþingis, hvort að þessi viðhorf séu horfin. Og ég velti fyrir mér hvort að eldra hinsegin fólk sé í hættu að mæta þessum viðhorfum meðal samferðað fólks innan öldrunarþjónustunnar. Ég hef ekki svörin, enda er það nokkuð viðurkennt hjá okkur að það hafa ekki verið stundar margar rannsóknir á högum hinsegin eldra fólks. Og svo þá í framhaldinu hvaða áhrif hefur þetta á líf einstaklingana. Það segir í kynningu á myndinni, myndin er með heimasíðu, svonafólk.is, að hún fjalli baráttu íslenskra homma og lesbía fyrir fullum lagalegum mannréttindum og svo saga séu margt sérstök og óvenjuleg en fáir minnihluta hópar hafa náð jafn langt á eins skömmum tíma og fá samfélög í heiminum tekið eins snöggum stakkaskiptum. Af því að það er náttúrulega bara gjarnan þannig að breytingar taka oft mjög langan tíma. Kannski bara af því að ég er búin að njóta svo góðs af því að horfa á myndina og þá langar mig að benda ykkur á það að þau sem standa myndinni eru að safna upp í fjárlagagat við gerð myndarinnar, þannig að ef þið farið á svonafólk.is þá getið þið stutt þau til þess að ná endum saman.
Ég rakst á viðtal við Elías Mar sem var fæddur 1924, þannig að hann væri í dag 95 ára gamall. Það sem hann að segja frá ástandinu í kringum hernámið. Og hann segir að það hefði náttúrulega breyst margt í Reykjavík með hernáminu. Það fór fjöldinu allir á kvenfólki í ástandið eins og það var kallað, en maður heyrði aldrei að karlmenn væri í ástandinu. Ég spyr Elías hvort það hafi nú samt ekki gerst. Jú, það gerðist, en það var aldrei talað um það. Ég minna, það var aldrei skrifað um það í blöðin og lögreglan gerði ekkert í því. Það var ekkert verið að njósna karlmenn í fylgd með Ameríkönum. Fjölskyldunar voru fyrst og fremst dauðhræddar dætur sínar að það yrði barn úr þessu og síðan ekkert meira. En þó að strákur færi með karlmanni þá var afar lítil hætta á því að eitthvað slíkt gerðist, segir Elías og hlær stríðnislega og bætir við glettin. Það strax munur hvað það miklu auðveldara að vera karlmaður. Ég hef oft þakkað Guði fyrir það. Og þetta viðtal fann ég á heimasíðu Samtakanna 78. Elías Mar var rithöfundur, ljóðskáld og þýðandi og ykkur örugglega mörgum vel kunnur. Og því hefur verið haldið fram að í skáldsögunni Man í því löngum komið fyrsta skipti í íslenskum bókmenntum fram samkynhneigð sögupersóna. Elías Mar segir í viðtali sem var tekið 2004 og við í myndinni Svona fólk sambönd. Þetta var eitthvað svo óvíst og lítil framtíð í því. Jafnaldri Elíasar, þessi Róman Blank, hann kom út úr skápnum sem samkynhneigður karl, 95 ára gamall, eftir að hafa verið í 65 ára hjónabandi með konu sinni Rut. Og þeirra saga sögð í þessari kvikmynd On My Way Out, The Secret Life of Nanny and Poppy. Þetta náttúrulega getur verið hlut af því að vera hinsegin aldraður, að koma hreinlega út úr skápnum á tíræðisaldri. Og við getum rétt svona ímyndað ykkur hvernig hvaða áskoranir það eru fyrir 65 ára gamalt hjónaband og alla þá sem að þessum góðu hjónu standa. Og þetta kannski einkenni þöglukynslóðarinnar, að koma rjúfa þögnina sem háaldraður einstaklingur. Það fréttin sem ég fann myndina cirka 2017, þannig að hún tiltölulega ný og mér fannst einmitt svo áhugavert að hann á aldur við Elías Mar ef að Elías væri á lífi í dag. Fyrir þöglukynslóðina þá voru engar fyrirmyndir fyrir ungt fólk sem var að koma út. Þau voru alltaf á varðbergi, alltaf í angist, ekki þægilegt líf, gat ekki rætt við neinn, ekki einu sinni strákana. Það kemur einnig fram í myndinni það að vera kynferðislegur flóttamaður. Af því að það var afsakið, ég að ná mér upp úr smá flensu. Ykkur afsaka þetta. Það var töluvert að fólk flytti úr landi af því að það treysti sér ekki til að búa hér í því andrúmslofti sem ríkti á þessum tíma. Og þá kemur þetta með að eldast í öðru landi en maður fæddist í. Og það talað það að það sé áskorun og þar koma inn fræði fólksflutninga og þverþjóðleg tengsl. Viljum við halda tengslum við upprunalandið okkar og hvernig gengur okkur að eldast í öðru landi en við fæddumst í. Hún Karolína Sveinsdóttir segir þetta í viðtali í Svona fólk. Viðtali var tekið 2015 að hún hafi verið kynferðislegur flóttamaður. Hún var fyrsta konan í Samtökunum 78 og sem sagt fannst hún ekki geta fótað sig hér og þráði vinkonu sem hún fannst ekki geta eignast
Hún grét að nóttunni yfir því að því hún var ástfangin af bestu vinkonu sinni. Hún átti styðjandi og skilningsríka móður, en eftir sem áður þá valdi hún að flytja til München. Þetta með að hafa valið að flytja til annars lands og mögulega flytja tilbaka og þá aðlagast íslensku samfélaginu, það getur verið áskorun fyrir eldra fólk. Og þar koma inn líka til dæmis áhrif á réttindi, af því að okkar kerfi þannig byggt upp að fólk þarf að hafa búið á Íslandi í 40 ár á aldursbilinu 16 ára til 67 til þess að eiga full réttindi. Þannig að það eru dæmi það að fólk sem ekki getur flutt sín réttindi tilbaka til Íslands, að það lifir við svokallaða búsetuskerðingu í almannatryggingakerfinu. Og við vitum þannig að það er ekki gott að vera illa fjárhagslega sett og hvað þá á efri árum. Til að byrja með voru mikið færri lesbíur og Nanna Úlfsdóttir er ein þeirra sem er viðmælandi í svona fólk. Hún segir, og hún er af þöglukynslóðinni, og allt var í felum í þögninni, eins og fyrsti þáttur heimildamyndaraðarinnar heitir. Það getur hver maður gert sér í hugarlund hvert þrek maður þarf að hafa til þess að leyna sínum fegustu og dýpstu og sterkustu tilfinningum án þess að mega nokkurn tímann í raun láta þær í ljósi. Við vorum agaðar af þögninni og ræddum þetta ekki heldur okkar á milli. Hún var átti kærustu og það bjuggu saman. Þetta var ákveðin flótti og við sjálfar erum að taka þátt í þessari þögn. Þær sváfu í sitthvoru herberginu og þá voru smá hlaup með sængur milli herbergja. Leikurinn snýst að láta ekki ná sér. Þær voru íþróttakennarar og Nanna lýsir því í öðru viðtali að það hafi verið mikið af ungu fólki sem leitaði til þeirra af því að þær voru svona styðjandi og opnar. Og hún sagði í viðtalinu að það var ekkert alltaf sem að fólk gerði boða undan sér þegar það kom í heimsókn til okkar. Og þá byrjuðu hlaupin með sængunar. Og þið getið ímyndað ykkur hvernig er að vera inn á sínu eigin heimili og þurfa að fela hver maður er. Þessi þögn og þetta þrúgandi umhverfi, þó maður hafi ekki mikið kvartað. Að mínu viti leiðir til þess að það koma þeir brestir í okkar samband að við skiljum. Ef við hefum lifað í opnu samfélagi og geta lyft okkur að sýna ást okkar út á við þekkjum þessar helgistundir, opinberu, sem að pör geta haft sem bakhjarl, að þá hefðum við kannski ekki skilið. Það koma brestir í öll samband, en svo firring sem þarna skall á okkur tókst ekki að leysa hana og við fengum ekkert liðsinni til þess. Og þetta er viðtal við Nönnu sem var tekið 2006 og er í myndinni Svona fólk. Það var viðtal við Nönnu 2017, þá var hún 81 árs, birtist í tengslu við hinsegin daga, þar sem hún var að tala sérstaklega stöðu sína sem eldri hinsegin kona. Ég mun mögulega spila fyrir ykkur eftir ef tími gefst til. En það er hlekkur á það í glósanum með glærunum og ég deili gjarnan glærunum mínu með ykkur. Netfangið mitt er í lokin og þið með gjarnan hafa samband við mig og ég sendi ykkur glærunar. Stofnfélaga samtakana voru 10 einstaklingar og þar var ein kona. Nanna segir í viðtalinu þetta með að hvort að fólk fari aftur inn í skápinn á efri árum. Hún segir, ég get alveg trúa þessu að það sé rétt því svigrúmið er ekkert gefið. Við eigum alltaf að vera eins og þegar fólk er farið að verða fullorðið og haldi nú að það eigi rétt að frelsi, þá eru bara allar dyr lokaðar og þá er komið fram við alla eins og þeir séu eins, segir Nanna. Ég ætla að gerast svo djörf að segja að þetta sé meira öldrunartengt en því að vera hinsegin.
og tengist kannski þessari öldrunar útflatningu á einstaklingnum. Að það einhvern veginn allir bara settir í sama boxið og þegar að fólk orðið notendur þjónustu að þá er hún ekki mjög persónumiðuð, hún er mjög verkmiðuð. Þannig að, en auðvitað, þetta ekki minn reynslu heimur, hvorki að vera öldruð né samkynhneigð. Þannig að ég ætla auðvitað ekki að taka mig það valda fullir af þetta. En sem lifandi og hrærast í öldrun og þjónustunni, þá ætla ég að vera svo djörf að segja það, að þetta sé meira öldrunartengt. Íslenskt velferðarkerfi setur umönnun veikra aldraðra í heimahúsum að stórum hluta á herðar aðstandendum, eins og kom fram í nýlegri skýrslu frá Eurostat sem að sýnir að á Íslandi hærra hlutfall sem annast óvinnufæra, það fatlaða eða aldraða, en í löndunum sem við berum okkur gjarnan saman við. Og prósentan var 8,9% hér en í kringum 4% á öðrum Norðurlöndum. Þá spyr ég mig, hver annast eldra barnlaust fólk? Og ef við setjum það í samhengi við veruleika eldra hinsegin fólks, að þá eru erlendar rannsóknir sem sýna það að hinsegin einstaklingar í meiri hættu á alvarlegri einangrun af því að þeir hafa rýrara tengslanett. Þau eru 4 sinnum minna líkleg til að vera foreldrar og 2 sinnum líklegri til að vera einhleyp og búa ein og áberandi meira líkleg til að vera ekki í tengslum við fjölskyldu sína. Við getum alveg séð það fyrir okkur innan þöglu kynslóðunar séu margir einstaklingar sem eru einhleypir af því að þau fengu ekki og máttu ekki eiga þann sem þau elskuðu af því að viðkomandi var af sama kyni. Ég hafði aldrei spáð í þetta þannig. Eins og ég nefndi þá lífssagan mjög mikilvæg í öldrunarþjónustunni og ég kom að því að búa til svona eyðublöð þar sem við erum í raun og veru að kalla fram upplýsingar varðandi okkar notendur þjónustu til þess að geta veitt sem mest persónumiðaða umönnun. Og ég man að einhverjum tímapunkti bættum við spurningu, það var verið að spyrja hjúskapastöðuna og það var spurt ef einhleypur viltu segja af hverju? Og ég einhvern veginn hafði ekki leitt hugan á því að svari gæti mögulega verið vegna þess að ég fékk ekki eiga þann sem ég elskaði af því að við vorum að sama kyni. En ég verð mun opnari fyrir því eftir að hafa fengið tækifæri að fjalla þetta málefni hér í dag. Við vitum það náttúrulega að aðstæður elstu kynslóðarinnar voru aðrar varðandi að fá að eignast börn. Það eru komnir ýmsir tæknimöguleikar varðandi það fyrir yngri kynslóðarinnar og þetta náttúrulega hefur áhrif á félagslega stöðu á efri árum að eiga ekki afkomendur og sérstaklega í þessu ljósi að við verðumst hér leggja þessa umönnun veikra aldraðra á herðar aðstandendum. Og síðan má fá nefna mögulega tengslarof innan fjölskyldna að nákvæmni séu ekki í samskiptum vegna þess að það hafi valdið miklum sárindum þegar einhver innan fjölskyldunar kom úr skapnum. Bara svona aðeins til að bregða upp mynd af högum og líðan aldraðra á Íslandi. Þetta úr rannsókn Félagsvísindastofnunar 2016 þar sem að þetta var kortlagt en það er ekki farið út í það varðandi kynhneigð og reyndarinn eru bara spurt hvort kyni sé karl eða kona, þannig svona kynja tvíhyggja í þessari könnun. Þannig að það eru þarna 5% sem að hafa aldrei verið í hjónabandi og síðan 24 sem eru eklar og ekkjur og 8% sem eru fráskilin. Og þá þarna 63 sem eru í sambúð eða hjónabandi eða staðfestri samvist. Þannig að það þó nokkur hópur eldri einstaklingar sem eru ein.
aðeins varðandi landslægið hér á Íslandi áfram, það fjöldi eldra félagsfólks í samtökunum 78. Þau voru svo elskulega að upplýsa mig það hjá samtökunum, að það 144 einstaklingar meðal félagsfólks sem eldri en 60, eða 10,9%. Og eldri en 67 56 einstaklingar, eða 4,2%. Það að 88 einstaklingar í samtökunum á þessu 7 ára aldurspili. Þetta eru baby boomers sem að koma. Og það var starfshópur að eldast hinsegin starfræktur veturinn 2016 og til 17. Og í framhaldinu var gerð tilraun til að virkja eldra félagsfólk. Og það kom fram á fundi sem að Viðreisn hélt. Voru með samtalsfund að eldast hinsegin, að kom fram að á þessum fundi sem að samtökin boðuðu til meðal eldri félagsmanna, að þá mætti enginn. Og var náttúrulega bara gríðarlega áhugavert að vita hverjar ástæðanir eru fyrir því, en ég hef ekki svörin við því heldur. En samtakamátturinn, það umræðuþing á vegum samtakana, og 2017 þá voru þau með sérstakt borð sem að fjallaði málefni, fjallaði að eldast hinsegin. Og yfirskrift borðsins var heilbrigðisþjónusta, félagslíf, hinsegin, væl, dvalar og elliheimili. Og það kom fram á borðunum að það var talinn talsverður skortur á rannsóknum á högum eldra fólks. Og að hinsegin samfélag væri bara samfélag með megin virðingu að leiðarljósi. Það var talið þörf á fræðslu fyrir starfsfólk, dvalarheimila og fleira, og að félagslegu stuðningur þyrfti að vera fyrir þau sem þurfa, til dæmis að rjúfa félagslega einangrun. Og það komu bæði sjónarmiðin fram að hafa sérstök hinsegin elliheimili, eða bara eitt elliheimili fyrir alla sem að teka það tillit til þess fjölbreytileika og margbreytileika sem að í samfélaginu. Og síðan var svona kall að hætta að kalla hópa eða fólk eldri. Og ég svo sem þekki ekki fyrirkomulag þingsins, hvernig var raðað á borðin eða hvernig aldurssamsetningin á þáttakendum var sem að voru við þetta borð. En ég held að sé svona kannski lykillinn að því að nálgast þetta sé að vera einstaklingsmiðuð eða veita persónumiðaða þjónustu og hafa þessa lífshlaupsnálgun í huga, að það sé svo ótrúlega margir þættir sem að móta okkur og gera okkur að þeim sem við erum sem eldri einstaklingar, að það sé lykillinn heldur en kannski endilega að beina sjónum á þennan þátt. En aðeins meira persónumiðuðu þjónustuna, það bara notendamiðuðu þjónusta, það sem einstaklingurinn í öndvegi, og við erum að hafa þessa lífssögu og gildi og við með einstaklingsins að leiðarljósi. Og líka það að lífi sé þess virði að lifa því allt til enda, af því að það náttúrulega bara ótrúlega ríkjandi viðhorf að öldrun sé bara eitthvað hræðilegt. Og það kannski partur af þeim fordómum sem að eru ríkjandi, og við kallum náttúrulega bara öldruna fordóma eða ageism, sem bara gríðarlega spennandi viðfangsefni. Annað sem ég langaði að nefna í þessu samhengi, og þá kannski svona í samhengi við lífshlaupsnálgunina, það þessi samtvinnun þátta eða intersectional approach. Það sem verið að horfa á marga þætti sem að geta á einhvern hátt ítt undir mismunun eða jaðarsetningu, og þá erum við að tala kyn og kynhneigð, aldurinn, heilsufarið, búsetu, efnahag og kynþátt. Og svo ég vísi aftur í þættina svona fólk, að þá talaði Margrét Pála það að það væri tvöföld kúgun að vera kona og lesbía. Og svo fer ég að hugsa já, ef við bætum svo öldruninni við, af því að öldrunin kannski jaðarsett æviskeið. Og hver þá staða jaðarsettra hópa þegar þeir eldast? Erum við farin að tala margfalda kúgun? Ef við tölum gamla samkynhneigða konu sem fátæk, innflytjandi
býr á hjúkrunarheimili og er með heilabilun. Hvað erum við komið marga jaðarsetta hópa þar? En og bara að því nefni heilabiluna þá ennþá því miður ótrúlega mikið stigma í kringum þann sjúkdóm. Ólík lífslaup og ólík félagsleg tengsl og valdatengsl þau hafa síðan áhrif á hvaða þarfir og bjargráð einstaklingarnir hafa. Og jafn blinda við höfum verið á þarfir og réttindi hinsegin fólks, þá erum við ennþá frekar blind á þarfir fólks af öðrum þjóðernum og einkum þeirra sem eru af öðrum kynþætti. Þannig að það er svona ákveðin munur á íslensku samfélagi og öðrum samfélagum eða til dæmis bandarískum veruleika, og á fundinum hjá Viðreisn var fundarmaður úr sal sem að dró upp þá mynd að í íslenska landslæginu hefði fólk komið sér upp litlum hópi, vinahópi sem að styrti og styddi. Þannig að hann hefði ekki áhyggjur af íslensku hinsegin fólki, en hefði áhyggjur af innflytjendum sem hefði alltaf að forsendu til að standa með sér og byggja meiri einangrun. Og hann kallaði þetta meiri þjálfun meðal starfsfólks, og svo kom hann því á framfæri að hann vildi vera kallaður hommi en ekki hinsegin. Þannig að fólk skilgreinir sig hvert á sinn hátt, en svo eru kannski ákveðin samheiti. Og þarna á þessum góða fundi sem að er aðgengilegur á netinu, af því Viðreisn streymir sínum fundum beint og þannig að þeir eru til í upptökum, að þar kom fram að gamalt fólk er ekki eins leiturhópur og hinsegin fólk ekki heldur. Og gagnkynhneigt fólk sem vill laga hlutina sér ekki endilega alla myndina þótt vel vilja sé. Og það þarf að leita í smiðju þeirra sem best þekkja til, og ég tek þetta innilega til mín. Og þar kom einnig fram ekkert okkur án okkar. Já, þannig að kannski þetta að draga saman að það er mikilvægt að hafa heildræna nálgun og einstaklingsmiðun í stað þess að skoða afmarkaðan þátt eða þætti. Til að horfa örlítið út fyrir landsteinana, þá langar mig að segja ykkur frá SAGE, sem eru bandarísk samtök eldra hinsegin fólks. Þau voru stofnuð 1979. Þessi samtök sem eru sérstaklega fyrir eldra fólkið eru 50 ára í Bandaríkjunum. Og þau hafa komið að því í samstarfi við National Resource Center on LGBT Aging að búa til nokkurs konar step by step leiðarvísi fyrir hvernig sé hægt að sníða þjónustu að þörfum eldra hinsegin fólks. Örlítið til að bregða upp mynd af þessu langhlaupi sem að það er að breyta samfélagi. Sjáu hvernig SAGE vagnin leit út í byrjun og hvernig hann lítur út í dag. Þau gera mikið upp úr því að vera þau neita því að vera ósýnileg. Allar þessar baráttur þær skapa bæði viðkvæmni og seiglu, og mismunandi hópar koma með mismunandi bjargráð inn í aðrar baráttur og hafa ólík tengsl. Og það er talað svona í skrifum í kringum málefni hinsegin eldra fólks í Bandaríkjunum að það séu samlegðar áhrif grasrótar hópa og samtaka til þess að hafa áhrif á samfélagslega breytingar með því að finna sameiginleg baráttumál og taka saman höndum við að vekja athygli á þörfum í fjölbreyttu samfélagi. Og svo í hina áttina til austurs. LGBT Danmark var stofnað 1948 og það eru ein af elstu samtökunum í heiminu sem eru enn starfandi og fjalla málefni hinsegin fólks. Og þau eru með sérstaka senior politik og tala um það eftir því sem að baby boomers verða eldri, þá mun verða dramatísk aukning á eldra fólki í Danmörku sem að vitanlega mun hafa áhrif á eldra hinsegin fólk. Og þau eru með í þessari stefnu að leggja áherslu á rannsóknir, velferð og skipulag samfélagslegrar þjónustu, búsetu, félagsleg tengsl, fjölskyldu og vina, og síðan
tengingin við hinn aldrandi líkamann sem að eldast. Mér fannst mjög áhugavert þegar ég horfði á umfjöllun fyrsta regnboga hjúkrunarheimilið í Danmörku, að það var fjallað það undir menningu. Mér fannst það mjög áhugavert og þarna 2015 í ágúst verið að opna fyrsta LGBT hjúkrunarheimilið og þau eru þá með það sem stefnu að mæta fjölbreytileika og geta verið opin í kringum líf hinsegin eldra fólks. Aftur í vestur, ég var með 2 myndbönd þar sem var að tala við notendur þjónustu, þar sem var sérstaklega hugað að þörfum eldra fólksins, en mér sýnist ég ekki hafa tíma til að spila þau fyrir ykkur því ég er að renna út á tíma, en hlekkirnir eru virkir, þannig að ef þið fáið glærurnar þá getið þið kynnt ykkur þetta betur. Þarna í Bandaríkjunum búið að búa til Equality Index, þar sem er verið að kortleggja hversu mikið jafnræði og hversu inklusív umönnun eldra hinsegin fólks í long-term care communities, sem ég myndi kannski heimfara upp á hjúkrunarheimili á íslensku. Og ég fór að hugsa í framhaldinu af því ætli sé gert ráð fyrir þessum þætti í ræmatinu sem að þið kannski þekkið, sem að þekki öldrunarþjónustuna, þar sem að verið að mæla raunverulegan aðbúnað íbúa með mælitæki sem að kemur frá Bandaríkjunum og heitir Resident Assessment Instrument. Ég held bara að við séum mjög svona einhvern veginn blinduð á það að það geti þurft að hafa sérstaklega þætti í huga fyrir eldra hinsegin fólk. Áhugi fræða samfélagsins nú bara sem betur fyrir að kvikna fyrir þessum málaflokki, og kom út fyrr á þessu ári bók þessa samtvinnun öldrunar, kyns og kynhneigðar, og ég hugsa bara að ég drífi því að eignast þessa bók. Mér finnst það mjög áhugavert. Þannig að í lokin þá ætla ég bara að opna fyrir fyrirspurnir og umræður, og eins og nefndi þá netfangið mitt og bara hvet ykkur eindregið til að senda mér línu og ég deili með ykkur glærunum, af því að þekking sem deilt, hún margfaldar kraftinn. Takk fyrir mig. Takk kærlega fyrir. Ég vissum að það eru spurningar úr sal sem brenna á ykkur. Ég ætla bara að taka það fram að þetta tekið upp. Þannig að við erum með mikrofón sem við látum ganga á milli, þannig að spurningarna komi gegnum hann. Ég held að það sé bara einfaldast og skýrast. Þannig að Hafdís, þú kannski fara með þáttúrðan. Þannig já, endilega, ríða væg. Hver vill spyrja fyrst? Ekki vera feimin. Já, góðan daginn, ég heiti Eiríks Návar Ásgrímsdóttir og takk fyrir góðan fyrirlestur. Mér finnst það mjög áhugavert það sem Nanna sagði, innlegg hennar. Og ég myndi gjarna vilja að heyra hvort hún hefur rökstutt eitthvað nánar. Ég skil alveg þessa normaliseringu sem hún talar hún náttúrulega alltaf og ekki bara, ég hef öldrum þetta í skólagerfinu og alls staðar. Það miklu þægilega af allir eru eins. Það er útdýrara, praktískara, en það er bara ekki svo leiðis. Sá hún eitthvað það hvað henni finnst minnst þetta var skemmtilegt að kafa dýpra í þetta til dæmis? Var með eitthvað rökstuðning fyrir þessu? Ég man það nú ekki alveg, þetta kannski bara spila við til að við hana. Já, einmitt, af því að mér spennandi að vita hvað áttum við, af því þetta var bara svona, ef hún hefði getað analýsað það sjálf, þá væri mjög gaman að heyra það. Já, nú er spurning hvort að tæknin mun. Það láta Nönnu svara bara. Já. Svo finnst mér líka áhugavert að þau tala svona ageisma, af því að það er náttúrulega allstaðar í samfélaginu ageismi.
Og þegar maður verður náttúrulega eldri sjálfur, þá maður ennþá með sín eigin ageisma, sko. En kannski orðið jaðarsettur. Maður losnar ekki við aldurshyggjuna, hafi hún verið til staðar þegar maður er eldri. Þannig að þetta svona orðræðu greining sem var líka svona, mér finnst þetta vekja upp fyrirlesturinn með svona margar spurningar. Já, bara gaman að heyra. Það var eiginlega svona pínu mínar væntingar að fyrirlesturinn myndi vekja fleiri spurningar heldur en hann svaraði. Af því að þetta svo, kannski bara, við erum svo lítið farin að velta þessum. Já, nú bara að byrja á því, sko. Já, takk fyrir. En öldruna fordómarnir eru náttúrulega bara mjög áhugaverðir og geta náttúrulega komið í báðar áttir. Þetta með að fólki finnst því vera ýtt til hliðar og einhvern veginn ekki lengur jafningjar, en svo hinn veginn þetta með að því að þú ert svo gamall og reyndur að þá sjálfkrafa verði skoðanir þínar réttar. Já, en það ég er pínu tækni heft af því að hlekkurinn er ekki á sjálfri glærunni. Já, getur ekki ítt á hann? Nei, getur hann ekki. Það sem þú vinnur í heilbrigðisþjónustum, þetta er mjög fróðlegt, sko, að vita eitthvað hvort það sé munur á milli sjúkraheimila. Við fá mikrofón? Já. Kannski bara endurtaka spurninguna. Mér langar að spyrja sem starfsmann í heilbrigðisþjónustu hvort þú þekkir einhvern mun á dvalarheimilum fyrir aldraða með tilliti til samkynhneigðra. Kannski ekki beint með tilliti til samkynhneigðra, en bara almennt að þá menning á hjúkrunarheimilum mismunandi. Og það hefur hver og ein skipulagsheild sína menningu sem hefur áhrif á það hvernig þjónustan sem veitt og hvernig viðmótið og hvernig bara öll þessi ósýnilegu öfl, ef maður segja það þannig, milli notenda og síðan starfsfólks og stjórnenda. Ég hef mjög mikinn áhuga á að fyrirtækja menningu sem fyrirbæri og ég get alveg staðið við það að hjúkrunarheimili eru jafn mismunandi og þau eru mörg. En við skulum sjá hvað hvort að hljóði svo ég. Gunnar Atli með þessa frétt. Það eru fáir sem hafa nokkuð tíman rætt mína kynhneigð við mig. Þetta segir samkynhneigð kona á níræðisaldri. Hún segir þöggun málefni hinsegin fólks á efri árum óbærilega og vill hreinskilnari og opnari umræðu. Þórhildur Þorkelsdóttir. Þetta kemur ekki að skjáin hjá ykkur, þetta er hjá mér. Kannt þú að færa þetta yfir eða? Nei, skiptir myndmáli miklu máli? Nei, kannski ekki. En það hefur bara verið gaman, en við hlustum. Í fréttum okkar í gær greindu við frá því að samtökin 78 hefðu á dögunum stofnað sérstakan samstarfshóp málefni hinsegin eldri borgara, þar sem stórlega vanti upp á fagþekkingu og málefnum þeirra. Nanna Úlfsdóttir er 81 árs lesbía. Hún kom út úr skápnum fyrir 20 árum, en þá var hún búin að búa með konu í 40 ár. Þó að ég geti ekki kvartað við mínu lífi í sjálfur sér, en þá hefur feluleikurinn farið mjög illa með mann. Mjög illa, og þetta kannski tekur á mann eftir því sem að árin líða. Hinsegin fólk sé að finna á dvalar- og öldrunarheimilum, þó að margir vilji ekki kannast við það. Ég get alveg trúa þessu að það sé rétt, því að svigrúmið er ekkert gefið, sko, það er bara, við eigum alltaf að vera eins, og þegar kannski fólk er orðið fullorðið og heldur nú að það rétt á frelsi, þá eru bara allar dyr lokaðar og það er komið fram við alla eins og þessi eins.
Nanna starfaði sjálf fyrir samtökin 78 og segir dæmi að fólk komi út úr skápnum á efri árum, jafnvel eftir að maki þeirra fellur frá. Það ótrúlega algengt. Líklega hefur dregið eitthvað úr því núna á seinni árum og fleiri hafa kannski á yngri árum losað sig úr þessu heterósambandi þó það hefur verið erfitt. Samkynhneigð sé að vissu leyti enn feimnismál hjá hennar kynslóð. Þögnin ansi mikil ennþá og ég get bara sagt mína eigin reynslu að ég held að það séu mjög fáir sem hafa nokkuð tíman rætt mína kynhneigð við mig. Þannig að þögnin hún er kannski getum við bara sagt hún er óbærileg í reynd og það mætti gjarnan vera svona heiðarlegri og hreinskiptnari umræða, ekki bara lesbíur og homma, heldur líka bara lífið yfirleitt. Nanna segir mikilvægt að fólk geti fengið að blómstra á sínum eigin forsendum. Og lífið ekki búið fyrir maður bara kveður þannig, sofna bara að eilífu sko. Þannig og þetta eins og annað, opin, heiðarleg, hreinskiptin umræða, hún gerir ótrúlega mikið fyrir líðan fólks, bara á heildina litið. Ilham. Það væri kannski gott verkefni fyrir tökken 78 að bjóða upp á fræðslu fyrir starfsfólk á dvalarheimili. Sérstaklega af því að það svo margir útlendingar sem vinna á dvalarheimilum sem kommer frá öðrum svona menningar, þú veist. Já, ég náttúrulega sem frumkvöld sem að reyna að stofna þekkingarmiðstöð öldrunarmál náttúrulega bara mjög hlynnt allri fræðslu. En það svona fyrir miður kannski þáttur sem að í annríki dagsins og í fjársveltum geira verður fyrir miður útundan. En ekki spurning að það sé þörf á þessu einmitt út af þessum menningamun sem að þú nefnir. Og kannski eitt sem að ég kannski myndi draga fram líka af því að það tala svona þetta í Bandaríkjunum að fólk fari aftur inn í skápinn þegar að það flytur á hjúkrunarheimili, að þar eru til dæmis mjög mörg hjúkrunarheimili rekin af einhvers konar trúarlegum samtökum sem að ekki hér. Þannig að það eru svona líka bara samfélagslegi þættir sem að hafa áhrif, en auðvitað alltaf í þessum maður og manns samskiptum skipta viðhorf starfsmanns mjög miklu máli. Má ég kannski spyrja einu? Já. Mér dettur í hug skáldsaga sem kom út í fyrra, að eilífu ástin eftir Fríðu Bonnie Andersen. Hún fjallar dálítið hinsegin öldrun. Það ein persónan í henni öldru kona sem að hefur haldið ást sinni á konu leyndi alla sína ævi. Og en það sem gerist þar, sem kannski áhugavert að velta fyrir sér, að hún fær loksins tækifæri til þess á öldrunarheimilinu á 21. öld að einhvern veginn opna fyrir þessa fortíð sem hún búin að halda leyndir svona lengi, af því að nú umræðan einhvern veginn öðruvísi heldur en hún var. Og þarna leika náttúrulega fólki sem hlustar á aldraða inn á þessum stofnunum leika náttúrulega lykil hlutverk í því að hlusta einhvern veginn og ekki reyna að setja fólki í kassa, heldur einmitt reyna að skilja, það ekki? Já. En þetta hluti að þessari nýju öldrun, það ekki, sem að þessari nýju hugmyndafræði öldrun, það ekki, að svona... Jú, ég myndi segja það, þessi lífslaupsnálgun og þetta með að hlusta og svona kannski setja sig inn í reynslu heim einstaklingsins þegar maður að veita þjónustuna. Hvað hann að burðast með? Það gefur mér mjög ofta óvart svona í þessu samtali við aldraða einstaklinga, eins og í starfinu mínu núna, þar sem ég stundum að hitta fólk í eitt skipti, þar sem það liggur bráðveikt inn á spítala. Hvaða hlutir það eru sem fólk velur að segja mér úr lífi sínu. Það kannski svona eitt af þessu við öldrunum að
að í þessum kringumstæðum þar sem þú finnur að þú ert mögulega veikburða eða veikur, að þá fara að leita á fólk alls konar eldri viðfangsefni og áfall. Og það er náttúrulega bara partur af því að hafa haft það viðfangsefni að geta ekki verið sá sem þú innst inni er. Já, talandi bókina að eilífa ástin, þá er einmitt athyglisvert að manneskja sem hlustar er transkona. Það er svona lykilatriði, þessi sýning kannski. Akkurat. Og henni hefur liðið illa á þessu heimili þar til að hún fer að hlusta á hana. En svo er líka bókina eftir Óla Jóhann Ólafsson sem heitir Aldingarðurinn, sem er eiginlega bara sami þráður, en það er enginn sem hlustar. Það er gaman að bera það saman, sko. En svo langar við bara að deila með ykkur hérna, ég hef aldrei safnað svona úrklippum það sem að fjalla um öldrunarmál og það er ein mjög góð hérna, fjölgun aldrara áhyggjuefni, komið fréttablaðinu fyrir að ég sagði skrifaði færsla á Facebook, eins og var að spánarsniglar, nú eru aldraðir. Þetta er mjög athyglisvert að skoða þetta. Það er mjög áhugavert að skoða þessa orðræðu og fór á stað í Noregi að tala um öldrun sem einhvers konar tsunami, eins og þetta var einhvers konar náttúruhamfarir, en við reynum svona að við hafa þessa sýn nýju menningarinnar að það séu tækifæri fólkin í því að eldra fólk vilji bara vera virkir þáttakendur og leggja sitt að mörkum til samfélagsins og deila reynslu sinni. Akkurat, ég held við erum að láta þetta vera lokaorðin í dag. Takk kærlega fyrir. Takk.